now the sun was shining and he knew he wasn't great. He didn't have a target, but he knew he couldn't wait. Á árinu tóku yfir 200 einstaklingar þátt í 7 greinum akstursíþrótta. Þessum 200 fylgdu yfir 1000 aðstoðarmenn og yfir 2000 manns lögðu hönd á plóginn við að framkvæma þetta keppni sem fram fóru. Keppni hófst að sjálfsögðu á vélsleðum vegna veðurfars á Íslandi. 24. mars fór fyrsta umferðin fram, viku seinna en ráð hafði verið fyrir gert. Á vélsleðum keppt í 4 greinum, í fjallaralli svokölluðu, í brautarkeppni þar sem að 2 einstaklingar keppa saman í braut, í spyrnu og síðan í krossi þar sem alltaf 10 sleðar eru ræstir í einu. Hér eru við stödd í fjallarallinu og þar stóð slagurinn á milli Polaris og Skító og leikar fóru þannig að Polaris sveitin lenti í fyrsta sæti og Skító sveitin í öðru sæti, Polaris B í þriðja sæti. Í brautarkeppninni sigraði Jóhann Eysteinsson, fékk 706 stig, í öðru sæti var Sigurður Gylfason með 694 stig. Það voru 7 flokkar í brautarkeppninni en flest stigin fást úr þeim flokkum sem fjölmennastir eru hverju sinni. Sömu sögu að segja í krossinu, því fleiri keppendur sem eru innbyrðis í hverjum flokki, því fleiri stig fá menn fyrir það að sigra þar. Og slagurinn átti eftir að verða harður meistaratitilinn í krossu sem er sennilega ein erfiðasta greinin. Hér er Gunnar Hákonarson, hann átti eftir að berjast mjög harkalega við Sigurð Gylfason og Vilhelm Vilhelmsson sem ekki gekk mjög vel í fyrstu keppni vegna bilunar. Og hér hefur við svo úrslitin í krossinu, Sigurður Gylfason sigraði, Stefán Alfsson í öðru sæti og Gunnar Hákonarson í því þriðja. Og úrslit í braut, Jóhann Eysteinsson sigraði, Sigurður Gylfason var þar í öðru sæti og Kristján Bragason í þriðja sæti. Og í spyrnu sigraði Kristján Bragason, Sigurður Gylfason enn einu sinni á blaði yfir 3 efstu og Jón H. Gunnarsson í þriðja sæti. Í rallinu sigraði eins og áður kom fram Polaris A og Skító í öðru sæti. Og þá var haldið til Bláfjalla, þar var keppt 8. apríl í frekar leiðinlegu veðri. Og eins og við mátti búast var barist í krossinu. Það voru þeir Vilhelm Vilhelmsson, Jóhann Eysteinsson og Sigurður Gylfason sem eru stærstu nöfnin ásamt nokkrum fleiri sem börðust fyrsta sætið og þegar uppvastaði þá var það Vilhelm Vilhelmsson sem hlaut 218 stig. Jóhann Eysteinsson fékk einnig 218 en var komið 356 í heildina og Sigurður Gylfason lenti í þriðja sæti. Í braut sigraði Jóhann Eysteinsson, Vilhelm Vilhelmsson var þar annar og Steinar Gíslason í þriðja sæti. Og í spyrnu sigraði Jóhann Eysteinsson, Gunnar Hákonarson var annar og Tryggvi Aðalbjörnsson í þriðja sæti. Í fjallarallinu gerðist það að Skítósveitin sigraði og voru þessar 2 sveitir nú jafnar þegar að ein umferð var eftir. Og hér hefur svo úrslitin í krossinu, Jóhann Eysteinsson í forystunni og hann sigraði jafnframt í brautakeppninu og er þar í forystunni til Íslandsmeistara. Og hann sigraði í spyrnu en Gunnar Hákonarson er hærri að stigum þegar ein umferð er eftir. Skítósveitin og Polaris A jafnar eftir 2 umferðir. Þriðja umferðin átti að fara fram á Akureyri en vegna sviðblegs banaslys þegar Gunnar Viljámsson lést daginn fyrir keppni var þeirri keppni frestað 1 ár og því var haldið til Ísafjarðar og þar var keppt 13. maí. Og Jóhann Eysteinsson sem hér sést á ferð hélt uppteknum hætti, sigraði örugglega í brautarkeppninni, fékk alls 702 stig í þessari þriðju umferð, 2110 stig alls. Frábær árangur hjá Jóhanni og hlaut hann Íslandsmeistaratitilinn í brautarkeppni en hann átti hins vegar eftir að blanda sér aðeins í baráttuna í krossinu. Og þar var harður slagur og þar gerðist margt skemmtilegt. Vilhelmsson, skemmtilegt þar að segja fyrir okkur sem horfðum á, Vilhelm Vilhelmsson varð að hætta keppni vegna bilunar í sleðanum. Sigurður Gylfason varð einnig að hætta keppni og því lá leiðin opin fyrir Gunnar Hákonarson. Hann lenti reyndar í þriðja sæti að þessu sinni, Jóhann Eysteinsson sigraði, Steinar Gíslason var í öðru sæti, en með þriðja sætinu tryggði Gunnar Hákonarson sér Íslandsmeistaratitilinn, fékk 500 stig úr 3 umferðum. Í fjallarallinu sigraði Skítósveitin og tryggði sér þar með Íslandsmeistaratitilinn og rauf þar með einveldi Polaris sveitarinnar undanfarin ár. Sigurður Gylfason keppti í þessari sveit á
Ísafirði og í Bláfjöllum en í Polarisveit á Mývatni. Ásamt honum voru þeir Halldór Einarsson og Steinar Gíslason ásamt Gunnari heitnum Vilhjálmssyni, Íslandsmeistarar í fjallaralli. Sigurður Gylfason tryggði sér einnig Íslandsmeistaratitilinn í spyrnu og hér höfum við úrslitin. Jóhann Eysteinsson sigraði í krossinu Gunnar Hákonarson í 3. sæti en var Íslandsmeistari og Jóhann Eysteinsson varð Íslandsmeistari í braut. Í spyrnu varð Íslandsmeistari Sigurður Gylfason með 1418 stig og eins og áður kom fram þá hirti skítósveitin Íslandsmeistaratitilinn með 62 stig á móti 56,5 stigum hjá Polaris A. Og þá var vetur konungur búinn að kveðja Ísland og við höldum í fyrsta rallið þar sem að Rúnar Jónsson og Jón Ragnarsson sigruðu örugglega eftir frábæran akstur og lögðu þar með grunninn að Íslandsmeistaratitlinum sem þeir hlutu eins og flestir vita í ár. Í öðru sæti í þessu fyrsta ralli ársins urðu þeir Steingrímur Ingason og Páll Kári Pálsson. Þeir aka Nissan 510 SI eins og Steingrímur hefur ákveðið að nefna bílinn. Þetta SI stendur þá væntanlega fyrir Steingrím Ingason en hann hefur smíðað þennan bíl og gjörbreytt honum. Það má segja að það eina sem að kemur frá verksmiðjunum vélin og girkassinn. Í 3. sæti Óskar og Jóhannes. Þeir aka Möstu 323 í svokölluðu gengi N þar sem eru lítið breyttir bílar í og þeir sigruðu jafnframt í því gengi. En aðalslagurinn í rallinu árið 1995 fór fram í Nordec-flokknum þar sem að nýliðar innan gæsalappa keppa og þeir keppa allir á mjög svipuðum bílum. Bílar sem eru með alltaf 1600 rúmsentimetra vél, drifa á einum öxli og allir akaðir á einstekkjum frá Nordec. Og hér eru það Hjörtur og Ísak sem að leggja stað inn á Reykjanesið. Ísak með leiðanótur tilbúinn að segja hirti hvað bak við næstu hæð. Þannig að Hjörtur geti haldið fullri ferð þar sem að beint og lagt bílinn rétt upp fyrir beygjur sem eru ekki enn sýnilegar. Þeir sigruðu í þessu fyrsta ralli. Í öðru sæti urðu Þorsteinn og Ingvar og Rúnar og Sigurður Óli urðu í 3. sæti. Og hér keyra þeir feðgar á pall við aðalskoðun í Hafnarfirði sem kostaði þetta rall og hér sjáum við þá kappa úr fyrstu 3 sætunum ásamt fyrsta sætinu í Nordec-flokknum. Stigin eru 20, 17, 15, 12, 13, 12, 10 og svo framvegis. En stóra rallið, GSM-rallið, gildir tvöfalt. Fyrsta kvartmýlukeppni ársins fór ákaflega vel fram. Tók innan við 1 klukkutíma að keyra alla flokkana. Og hér Gunnlaugur Emilsson nær okkur. Hann eins og undanfarin ár var í algjörum sérflokki á sínum bíl. Sigraði í öllum keppnum sumarsins. Slagurinn harðastur í kvartmýlu yfirleitt hjá mótorhjólamönnum enda mótorhjólin mörg og þar var keppt í 3 flokkum. Þar að auki var boðið upp á ofurhjólaflokk svokallaðan með hjólum sem áttu að vera með alltaf 900 rúmsentimetra vél en þar var aðeins einn þáttakandi og því engin Íslandsmeistari í þeim flokki. Hjól undir 600 Unnar Már Magnússon í 1. sæti, hjól milli 600 og 750 Jóhann Jóhannsson í 1. sæti og að 1300 rúmsentimetrum var Karl Gunnlaugsson í 1. sæti í þessari fyrstu keppni. Útbúnir götubílar, Gunnlaugur Emilsson í 1. sæti, Grétar Jónsson í öðru, Brynjar Gylfason í því 3. og við höldum í fyrstu torfæru ársins og hún hófst svona. Fyrsti bíll, fyrsti maður í sinni fyrstu torfæru og sinni fyrstu veltu. Og nafnið Egill Karlsson, hann hlaut aðeins 10 stig í þessari fyrstu þraut. Sigurður Þ. Jónsson sem hér á ferð ásamt Gunnari Guðmundsssyni blönduðu sér í toppbaráttuna og slagurinn var nokkuð harður á milli þeirra allt sumarið. Sigurður fekk 0 í fyrstu þraut en 130 í annari á meðan að Gunnar Guðmundsson sem hér á ferð hlaut 70 í fyrstu þraut og 280 þeirri annari. Þar með komið 350 stig á móti 130. Og hann jók forskotið smátt og smátt en í síðustu þrautinni fekk Sigurður Þ. Jónsson 265 stig á móti 55 stigum hjá Gunnari Guðmundsssyni
En það var ekki nóg, það munaði 60 stigum á hann þegar að upp var staðið. Gunnar Guðmundsson fékk 1085 og Sigurður Þ. Jónsson 1015. Í þriðja sæti varð Egill Karlsson sem hér læði sér fram af bakkanum, hann ætlaði sko ekki að velta aftur. Í fjórða sæti Kristján Hreinsson sem festi kaup á Ingu sem að Þorsteinn Einarsson var Íslandsmeistari á fyrir 2 árum. En vélinn fylgdi hins vegar ekki með og því gat bíllinn ekki nándar nærri eins mikið hjá Kristjáni Hreinssyni. Reyndar er hann einnig nýliði en vantaði hins vegar kraft allt sumarið og í 5. sæti var Rafn Arnar Guðjónsson, hlaut 30 stig í annarri þraut, 10 í þeirri 4. og 57 stig í síðustu þrautinni. En hér er Egill Karlsson á bíl sem að Ragnar Skúlason ók fyrir ári síðan. Gunnar Guðmundsson í 1. sæti fekk 20 stig í Íslandsmótinu og Sigurður Þ. Jónsson fekk 15 stig. En þá yfir í sérútbúna flokkin og þar voru nöfnin þau sömu og árið áður. Hér er á ferð Gísli Gunnar Jónsson. Læti sér með stæl hér upp erfiðustu þrautina, þó ekki alla leið en þó hærra heldur en flestir aðrir. Og þá er það Gunnar Egilsson, ók Ljóninu fyrir ári síðan en Svala í ár. Á Akureyri var keppt í 6 þrautum og 2 þessara þrauta voru tímaþrautir. Hér er hann að reyna við sömu þraut og Gíslaðan en fór ekki eins hátt. Og þá er það Benedikt Eiríksson frá Selfossi. Flestar þrautana á Akureyri byrjuðu á sama stað en lágu hins vegar upp á mismunandi stöðum. Já, Benedikt fer ekki mjög hátt hér en fékk hins vegar talsvert mörg stig. Þá er það Íslandsmeistarinn frá árinu 1994 á heimavelli, Einar Gunnlaugsson. Á leið í 4. þraut og nú er það spurning um hraða. En þessi hraði kom aðeins og seint og því fór Íslandsmeistarinn svona. Og olía flæddi út og kviknaði í henni. En snöggir starfsmenn voru fljótir að slökkva en áttu hins vegar í basli með að loka fyrir slökkvitækinu á eftir. Og þá er það Eyfirðingurinn Helgi Sjött á Frissa Fríska. Búinn að eyða miklum tíma í að gera þennan bíl eins flottan eins og hann er. Og svo tekur það svona stuttastund að beygla hann, en hann slapp hins vegar tiltölulega vel úr þessari veltu. Og þá er að sjá hvort að Benedikt fer alla leið upp hér. Það voru 4 umferðir til Íslandsmeistara árið 1995 og allar töldu þær, ekki eins og oft áður þar sem að keppt er í 5 umferðum og 4 bestu telja. Eða 6 umferðum og 5 bestu telja. Nú ekki má gleyma Jóna Gessinni, hann er einnig frá Akureyri. Og hann tekur þetta alltaf með stæl. Tekur kannski svolítið mikið af dekkjum, en áhorfendur elska hann. Og hér kemur einn hjólbarðinn og Ólafur Birgisson myndatökumaður forðar sér í hvelli. Slagurinn á Akureyri stóð á milli Haraldar Péturssonar, Gísla G. Jónssonar og Gunnars Egilssonar. Hér er Gísli í 4. þraut, engin upp ennþá. En Gísli læði sér hér upp á bakkann og klórar sig í gegnum endahliðið og fær gott klapp fyrir hjá áhorfendum. Fékk 280 stig og Haraldur mátti aldrei vera að því að slóra í brautunum. Hann keyrði mjög hratt í sumar og uppskar samkvæmt því 290 stig hér í þessari þraut, komið 1070 á meðan að Gísli var með 1080. Og þá er það 15 á næstsíðasta þraut og það er tímabraut
og hér Helgi Schjött á ferð. Hann missti úr þraut númer 2 og blandaði sig því ekki í toppbaráttuna. Og það var Gunnar Egilsson, ákaflega fljótur í tímaþrautum alltaf. Gunnar er búsettur á Selfossi og er skipstjóri. Og hann nær sér hér í besta tíman í þessari þraut, 290 stig, tapaði 10 stigum á því að keyra yfir dekk. Og þá er það Gísli G. Jónsson, var 10 stigum á undan Haraldi Pétursinni, var í 1. sæti og síðan voru önnur 10 stig niður í Einar Gunnlaugsson sem var þá í 4. sæti, 3. sæti ætlaði að segja, og svo Gunnar Egilsson með 1040. En hér tapar Gísli talsverðum tíma og hann fellur niður í 3. sæti þegar aðeins ein þraut var eftir. Og Haraldur Pétursson, hann keyrði hratt og örugglega. Og hér í 5. þraut fékk hann 240 stig á móti 175 stigum hjá Gísla G. Jónssoni og var í öðru sæti þegar ein þraut var eftir með 1310 stig á móti 1330 stigum hjá Gunnar Egilssyni. Og Einar Gunnlaugsson var í 4. sæti, fékk eins og ekki nógu góðan tíma í næstsíðustu þrautinni en fékk eins og 240 stig af 300 mögulegum í síðustu þrautinni og endaði í 4. sæti með 1435 stig og það var mjög tæpt á keppendum. Næsti keppandi undir honum var Þórir Schjött með 1380 stig. Og hér kemur svo Gísli G. Jónsson. Hann vissi hver hans staða var, 3. sæti fyrir þessa þraut og hann varð bókstaflega á besta tímanum og helst að sleppa því að taka nokkurt einasta dekk. Það var dýrt fyrir hann að fá heldur slakan tíma í 5. þrautinni. Hann náði hins vegar besta tímanum hér, tók eitt dekk og fekk 290 stig og lauk keppni með 1545 stig. 1545 stig fékk hann. Gunnar Egilsson átti alla möguleika á því að sigra í þessari keppni. Síðasta þrautin var tímaþraut, þar sem hann er yfirleitt mjög snöggur og það var hann. Allt þangað til að slanga sem að liggur í sjálfskiptinguna gaf sig og allt fylltist af reyk og hann náði ekki að ljúka þessari þraut og hrapaði því niður í 3. sæti en sigurvegari var Haraldur Pétursson, fékk 20 stig, Gísli G. Jónsson í öðru sæti með 15 stig og Gunnar Egilsson með 12 stig. Fyrsta rallycrossið fór fram í lok maímánaðar og þar tók Guðbergur Guðbjörgsson afgerandi forystu strax á fyrstu metrum í úrslitum. Hann keppir á Porsche og á eftir honum fylgja þeir Guðmundur Friðrik Pálsson á Ford Escort með 250 hestafla vél. Sigurður Andri á Opel var þarna lengi vel rétt hjá honum og Hákon og Högni Gunnarsson, ætlaði ég nú að segja, elti síðan í 3. sæti. Og þá er það slagurinn í krónuflokknum. Hér er það Garðar Þór Hilmarsson sem tekur forystuna. Páll Pálsson annar og Sigmundur Gunnarsson hér á nr. 24 í 3. sæti. Og eins og sjá maður hörku slagur. Garðar Þór í fyrsta, Páll Pálsson í öðru og Sigmundur í 3. sæti. Því miður voru heldur fáir keppendur í teppaflokknum sem ofta á tíðum er skemmtilegasti flokkurinn fyrir áhorfendur sem er á staðnum. Hér er það Hjálmar Hlöðursson sem er í forystunni. Ásgeir Örn í öðru sæti á Mústangnum. En slæm þáttaka í teppaflokknum árið 1995 leiddi til þess að ekki varð úrskurðaður Íslandsmeistari en einnig voru talsverðar sviptingar í dómaramálum og keppendur ekki alltaf ánægðir með úrskurð þeirra. En úrslitin í þessari fyrstu umferð urðu eins og hér sést. Í krónuflokknum sigraði Garðar Þór Hilmarsson, Páll Pálsson í öðru sæti og þeir tveir áttu eftir að berjast allt sumar um Íslandsmeistaratitilinn. Guðbergur sigraði örugglega í rallyflokknum og Guðmundur Friðrik Pálsson var í öðru sæti. Og þá í aðra umferð Íslandsmótsins í torfæru, hún fór fram í Jósefsdal í júníbyrjun. Og hér er það Kristján á
fyrrverandi Ingu. Og Þór Þormar. Eini beinskipti bíllinn í keppninni og vantaði kannski stundum svo lítinn kraft. Það var það Kristján Pálmason. Græna hliðin upp heitir þessi bifreið, en hét Galdragullur áður, þá í höndum Ragnar Skúlasonar sem hann keppti í sérútbúnarflokknum á Þór þetta árið, og þá var það Gunnar Guðmundsson. Það voru Sigurður Þ. Jónsson, Gunnar Guðmundsson, Kristján Hreinsson og Þór Pálsson sem að börðust efsta sætið ásamt Kristjáni Pálmasyni. Hann var þó að láta undan síga vegna bilunar þegar að líða tók keppnina. Kristján Hreinsson 270 í fyrstu þraut á móti 300 stigum hjá Sigurði Þ. Jónssoni, 230 í annari á móti 260 stigum hjá Sigurði Þ. Jónssoni. Og Þór Pálsson reglum var breytt í torfærunni þannig að endahlið var ekki jafn þungt í refsingum þegar að líða tók á árið eins og upphaflega var áætlunin. Og reglum var þannig að menn fengu aðeins 20 stig í mínus fyrir að taka annað hvort dekkið í endahliðinu, alveg sama hversu gróflega menn tóku það. Þetta var gert til þess að reyna að hvetja menn til þess að fara alla leiðinu upp. Og þar að aukið þá fengu þeir afslátt á þeirri refsingu sem var neðar ef þeir fóru í gegnum hliðið. Sigurður Jónsson sigraði, komið með 35 stig þegar þarna komið sögu í Íslandsmótinu og Kristján Hreinsson með 25 stig varð í öðru sæti. Og þá yfir í sérútbúnarflokkin, hér Gísli G. Jónsson á kókumjólkinni. Fyrsta þrautin í báðum flokkum var tímabraut í þessari keppni. Nokkuð óvenjulegt. Tímabraut getur skipt verulegu máli. Gísli G. Jónsson fekk 240 stig. Hins vegar náði þessi maður að vanda besta tímanum, fekk 300 stig. Það er nú kannski átt að tapa 10 stigum fyrir þetta dekk, en dómurum yfirsást það. Glæsileg stökk, hann var nú ekki alveg viss það hvenær hann kæmi niður, greinilega. Þessi keppni fór fram í Jósefsdal í gryfjum sem þar breytast ár frá ári. Þá var það Þóri Sjött á jaxlinum, búinn að ná góðum tökum á fjórhjólastýrinu. Bíllinn er kannski helstil þungur, talsvert þyngri en aðrir torfæri bílar, en hann hefur hins vegar mjög góða fjöðrun og mikið afl. Eins og sjá má. Þóri fekk 250 stig. 300 stig fást fyrir fyrsta sætið, 270 fyrir annað, 250 fyrir þriðja, mínus 10 stig fyrir hvert dekk, og þetta þýðir það að Þórir hefur fengið annan besta tíman en keyrti við 2 dekk á leið sinni brautina. Þá var það Benedikt Eiríksson í þraut nr. 2. Auðveld þraut þar sem að keppendur fengu þetta 280 til 300 stig. Allflestir. Þá var það Haraldur Pétursson, forystusauðurinn í Íslandsmótinu eftir fyrstu umferðina. Og fer hér tiltölulega erfiða þraut, mjög léttilega. Gaman að sjá Harald þegar hann er í essinu sínu. Það var Gunnar. Já, hætti við þarna. Ætlar að bakka niður. Og svo bara allt í einu gerist þetta. En allt í lagi með Gunnar og allt í lagi með bílinn, og þá var Þóri Sjött. Og hér brotnar hjá honum öxull og síðan afturdrif, og hann hafði því enga möguleika á því að hanga þarna á brúninni. Öxullinn brotnaði við það að bíllinn sló á mikið saman rétt fyrir mestu brekkuna, og svo drifið seinna upp á brúninni þegar bíllinn lá á afturhjólinu sem hafði allt átækið. Og Einar Gunnlaugsson
Sjá hvað þetta er létt. Og Benedikt Eiríksson þarf að hafa aðeins meira fyrir því, en fer þó alla leið. Glæsilega gert hjá honum. Og við dendum okkur áfram í næstu þraut, mjög svipuð. Upp þessa þraut fóru aðeins 2 keppendur árið áður. Og hér reynir Gunnar, hittir ekki alveg hliðið, rendi síðan með bæði framhjólin á mjög hálu skilti og hann fer því aðra veltu og skilur ekkert hvað er að gerast. Og þá er það Gísli G. Jónsson. Gísli fekk 240 í fyrstu, 300 í annari, 295 í þriðju og þá var það 4. þrautin. Glæsilega gert hjá honum og 300 stig. Með 1135 stig og í forustunni eftir 4 þrautir. Og þá er að sjá hvort að Þórir Sjött tekst að fara upp þessa þraut. Bíllinn talsvert skemmtur eftir veltuna. En drif á öllum, beygjur á öllum og aldeilis frábær fjöðrun. Þið sjáu það þegar bíllinn lendir að þá er hann bara með grip á öllum hjólum. Og Benedikt Eiríksson. Benedikt fekk 220 í fyrstu, 300 í annari, 300 í þriðju, 300 í fjórðu. Sem hann er hér að fara upp. Og er þar með farin að blanda sér í toppbaráttuna. Og þá er það bíllinn Þór sem fluttuð var inn frá Svíþjóð til þáttöku í Íslandsmótinu og honum ekur Íslandsmeistarinn í götubílaflokki Ragnar Skúlason. Hér vantaði að fá framendan aðeins niður. Hann sleppur með skrekkinn og næst síðasta þrautin Benedikt Eiríksson. Og þegar að Benedikt fer hér í brautina þá var Gísli G. Jónsson búinn að fara í hana og komst ekki upp. Þórir Sjött fór alla leiðin, hitti ekki á endahliðið, það gerði Benedikt hins vegar og þeir lærðu af þessum fyrstu tveimur hvernig átt að fara þessa þraut. Gísla vantaði kannski hraða til þess að komast alla leið en það að hann komst ekki þessa þraut varð honum dýrkeypt þegar upp var staðið. Ragnar Skúlason með 280 stig, 1285. Og Haraldur Pétursson lagði sér alla leið. Og Haraldur Pétursson tryggði sér 3. sætið, fekk 1655 stig. Og hér sjáum við svo Gísla G. Jónsson þegar hann reyndi að fara þessi sömu þraut og við höfum verið að horfa á hér. Missir bílinn á loft hérna framann, kannski aðeins örlítið of mikill hraði hérna í upphafi og nær síðan aldrei að krafla sig niður í gegnum allt þetta lausa og varð að bíta í það súra epli að láta sér linda annað sætið en Benedikt Eiríksson lenti í því fyrsta en Gísli G. Jónsson er enn í öðru sæti í Íslandsmótinu og meðan Haraldur er í því fyrsta 2 stigum á undan honum. Og þá er það önnurum fyrir Íslandsmótsins í rallycrossi, fór fram 11. júní og þar var alveg sömu sögu að segja eins og í fyrstu umferðinni. Guðbergur Guðbergsson tók forystuna strax í upphafi og sigraði. Í öðru sæti var Guðmundur Friðrik Pálsson á eskort og Högni Gunnarsson var í 3. sæti í rallyflokknum. Og í teppaflokknum sigraði Ásgeir Örn Rúnarsson, Ellert K. Alexandersson var í 3. sæti og Pétur F. Pétursson í því 3. En hér var mjög hart barist og menn ekki eins og áður sagði á eitt sáttir það hver var sekur í þeim ákærslum sem áttu sér stað á brautinni. Hér er Íslandsmeistarinn frá í fyrra í 3. sæti Hjálmar Hlöðversson á rauðum bíl. En sigurvegarinn í teppaflokknum að þessu sinni var þessi maður sem nú er fremstur, Ásgeir Örn Rúnarsson á Mustang. Í öðru sæti var Ellert K. Alexandersson sem einnig kom Mustang en bara bláum. En slagurinn var harður enn eina ferðina í krónuflokknum. Sigmundur Guðnason, Sveinn Ingi Símonarson, Henning Ólafsson, Garðar Þór Hilmarsson og Páll Pálsson
ásamt Ólafi Inga Ólafssyni börðust fyrsta sætið. En rétt eins og í teppaflokknum þá voru árekstrar í krónuflokknum og menn ekki á eitt sáttir niðurstöðu dómara. Hér Páll Pálsson í því 5. eins og Ólafur Ingi Ólafsson þar á eftir, en hér berjast fyrsta sæti Sigmundur Guðnason og Garðar Þór Hilmarsson. Og hér gerist smá snerting sem gerði það verkum að Garðar Þór Hilmarsson hreppti ekki fyrsta sæti þó hann kæmi fyrstur í mark. Það gerði hins vegar Sigmundur Guðnason, Sveinn Ingi Símonarson var í öðru sæti og Henning Ólafsson í 3. sæti. Í rallycross-flokknum staðan þessi til Íslandsmeistara þegar að 2 umferðir eru búnar. Og staðan í teppaflokknum Ásgeir Örn Rúnarsson í 1. sæti með 20 stig. 18. júní var keppt í götumílu, einum 8. úr mílu á Akureyri. Og þetta gerist innanbæjar á Akureyri og höfðu margir mjög gaman af. Hér það Steingrímur Ingason til vinstri og Einar Birgisson hér nær okkur að berjast fyrsta sætið í flokki mikið breyttra bíla. Staðan 1-1 eftir 2 umferðir og sá sem sigrar hér lendir í 1. sæti og það gerir Einar Birgisson. Og í flokki óbreyttra 8 strokkra bíla kepptu þeir Guðlaugur Halldórsson og Ríkharður Rúnarsson 1. sætið og það var Guðlaugur sem sigraði. Það var einnig keppt í 2 flokkum mótorhjóla, í flokki hjóla undir 750 rúmsentimetrum, það er að segja vélarstærð, og svo yfir 750. Í minni flokknum sigraði Sveinn Guðmundsson Unnar Már Magnússon í slagnum 1. sætið, en í stærri flokknum kepptu þeir Sigurður Gylfason, þekktur úr vélsleðaheiminum, og Karl Gunnlaugsson. Og hér staðan 1-0 fyrir Sigurð. Karl Gunnlaugsson hér nær okkur í ferð nr. 2. Sigurður missir hjólið aðeins og mikið upp og Karl sigrar, staðan 1-1 og 3. og síðasta ferðin eftir. Þeir eru nokkuð jafnir að stað. Karl tekur örlítið forskot en hér feilskipting hjá honum og Sigurður Gylfason sigraði. Guðlaugur Halldórsson sigraði í flokki 8 strokka bíla, Ríkharður Rúnarsson var í öðru sæti og í flokki breyttra 8 strokka bíla lenti Einar Birgisson í 1. sæti og Steingrímur Ingason með sína 4 strokka í öðru sæti. Og Sveinn Guðmundsson sigraði í hjólaflokki undir 750, Unnar Már í öðru sæti, Arnar Kristjánsson í 3., Sigurður Gylfason sigraði í stóra flokknum, Karl Gunnlaugsson í öðru og Ingólfur Jónsson í 3. sæti. Og þá er komið að annarri umferð Íslandsmótsins í rally. Fór fram á Lyngdalsheiði, Geithálsi og á Uxarhryggjarleið og eins og áður voru það þeir feðgar Rúnar Jónsson og Jón Ragnarsson sem sigruðu og voru þar með komnir með 40 stig af 40 mögulegum í Íslandsmótinu þegar að 2 umferðir voru búnar. Tvíburarnir Guðmundur og Sæmundur sem hafa keppt í rally árabil en þó aðeins svona með höppum og glöppum hrepptu annarsætið á aldeilis ágætum bíl og með ágætum og hröðum akstri. Það er greinlegt að Guðmundi fer fram með hverri keppni sem hann tekur þátt í. Og í 3. sæti eru þeir Stefán Ásgeirsson og Birgir Már. Hann fór Escort með 8 strokka róðurvél, sérstakt hljóð í þessum bíl og ætíð gaman að fylgjast með honum á sérleiðum. Stefán nýtti sér veginn skemmtilega og hér eru svo sigurvegararnir í Nordic-flokknum og í hvert skipti sem þeir fóru fram hjá myndavél þá var flautað nema hér. Þetta eru þeir Magnús Jóhannsson og Guðmundur T. Gíslason. Og í öðru sæti eru þeir Þorsteinn og Ingvar, rétt eins og í fyrstu umferðinni. Og í 3. sæti Rúnar og Sigurður Óli. Þessir 3 aka allir Toyota Corolla, 16 ventla, 1600 með drifa á afturöxli.
og Rúnar er rétt að hefja sinn feril sem ökumaður. Þriðja umferðin í Íslandsmótinu í rallycrossi fór fram 25. júní. Og eins og fyrr voru tröllin teppin á mikilli siglingu. Þar stóð uppi sem sigurvegari Ásgeir Örn Rúnarsson, í öðru sæti var Hjálmar Hlöðversson og Eggert Alexandersson var í þriðja sæti. Og hér er Ásgeir Örn á sínum Mustang sem hann reyndar notaði svo síðar sumari til þess að taka þátt í rallykeppni. Og Íslandsmeistarinn frá árinu 1994, Hjálmar Hlöðversson hér. Ólafur Ingi Ólafsson tók forystuna strax í upphafi í Krónukross-flokknum. Hann var ekki með í fyrstu umferðinni en það ætti ekki að koma að sök. Það eru 5 umferðir og 4 bestu hjá hverjum keppanda telja til úrslita. Hér er Ólafur Ingi fremstur, þá Sigmundur Guðnason, Hlöðver Baldursson og Páll Pálsson. Og hér eru dómarar að gera sig klára til þess að vísa keppenda úr keppni fyrir gróft brot. Og þessir 4 voru í algjörum sérflokki að þessu sinni og sé farið á vinnarlegi beygju, þá getur þetta hér gerst. En þökk sé góðum öryggisbúnaði, keppandinn slapp óskaddaður úr þessu. Og í rallycrossflokki sigraði Guðbergur Guðbergsson, hélt sem sagt á uppteknum hætti. En hér er Elías Pétursson og veit ekki hvort hann er að fara til hægri eða vinstri þó að bíllinn sé rauður á lit. Og hér er Guðbergur orðinn hring á undan öðrum keppenda sem er með sprungið hægra megin að framann. Og hér höfum við úrslitin. Ólafur Ingi kom með 32 stig í Íslandsmótinu, Sigmundur með 38 og Hlöðver Baldursson var þarna í þriðja sæti. Guðbergur kom með 60 stig úr 3 umferðum, fullt úr stiga. Högni Gunnarsson var í öðru sæti. Og úrslitin í teppaflokki, Eggert Alexandersson lenti í þriðja, Hjálmar í öðru og Ásgeir Örn Rúnarsson í því fyrsta. Og önnur kvartmýlukeppni sumarsins fór fram á brautinni í Kapellurhrauni. Þar eru úrslit eins og hér sést á hjólum undir 600 cm. Valgeir Pétursson í fyrsta sæti, Unnar Már í öðru sæti, Hörður Lýðsson sigraði í hjólum með alltaf 1300 cm vélum og Karl Gunnarsson var í öðru sæti. Í forskostflokki sigraði Torfi Sigurbjörnsson. Jón Geir Eystinsson í flokki götubíla og Gunnlaugur Emilsson aftur og kominn með 215 stig og búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn nú þegar ein umferð var eftir. Og við höldum þá til Egilsstaða í bikarkeppni í torfærum. Hér er það Gunnar Guðmundsson sem fór reyndar ekki langt í þessari þraut. Og eins og þið sjáið þá eru götubílarnir á skófludekkjum og Sigurður Jónsson veltir hér mjög hægt og rólega við mikla kátínu aðstoðarmanna Rafns Arnars Guðjónssonar og þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Sumir telja að munurinn á götubílaflokki og sérútbánaflokknum sé nánast eingöngu dekkin en það sýndi sig að það er nú heldur meira heldur en það. Því þótt götubílarnir væru á skófludekkjum þá fóru þeir alls ekki eins langt eins og flokkur sérútbúinna bíla. Og Árni Pálsson. Það vantar hér á litinn hraða. Og þá er það Guðmundur Guðlaugsson. Og það var mjög harður slagur. Gunnar Pálmi Pétursson lenti í 4. sæti með 1142 stig. Rafn Arnar Guðjónsson sem hér er á ferð fékk 1161 stig. Árni Pálsson lenti í öðru sæti með 1191 stig og sigurvegarinn er hér Gunnar Guðmundsson með 1240 stig. Og hér vantaði nú nýtróðinn hjá Gunnari til þess að hann kæmist alla leið. En hér sjáum við úrslitin: Gunnar Guðmundsson í fyrsta, Árni Páls í öðru og Rafn Arnar Guðjónsson í þriðja sæti og stigagjöfinni 20-15-12. Og yfir í sérútbúnaflokkin. Hér er það Gunnar Egilsson á svala. Var ekki alveg nógu svalur í þessari þraut og Haraldur Pétursson kom með fjórhjólastýri og stórar skóflur á öll hjól.
og það var að segjast eins og að hann réð ekkert við bílinn. Mjög mikið grip, miklu meira grip en hann hefur átt að venjast. Plús afturhjólastýri gerði það verkum að hann þurfti að læra á bílinn upp á nýtt. Og hér það Gísli G. Jónsson. Veltur hér í þraut nr. 2. En Þórir Sjött á heimaslóðum og fer alla leið upp, en þrautin hins vegar rétt hálfnuð. Þórir eftir að koma niður aftur og reyna síðan að fara upp eina ferðina enn. Og það má sjá þegar hann kemur hér yfir hálsinn og dekkin kom í ljós að þegar hann stígur á bremsuna þá læsist hægra framhjól. Þetta merki það að það sé brotin öxull. Ef allt væri rétt þá ættu öll hjólin að snúast jafnhratt. En hann hefur sem sagt aðeins grip á 3 hjólum núna. Það að komast hér fyrir rauða dekkið en það gerði hann ekki. Og sjá þetta, hann vantar grip á það framdekk sem hefur mesta möguleikann á að hafa grip í þessum hliðarhalla og hann fór því ekki mjög hátt. En hér Gunnar Svali og hann gefst aldrei upp. En hann hafði hins vegar ekki festu, ekki grip til þess að klóra sig upp hér alla leið. Hann kominn með framendan í hliði sem hann átti að fara í gegnum. Beygja síðan til vinstri og fara upp í litlu kviltina sem við sjáum efst á skjánum. Þá það Haraldur. Og gripið meira heldur en hann á von á og hann fer hér upp á 2 hjóla hættir við. Átti á hættu að velta ef hann hefði haldið áfram. Og þá það Helgi Sjött. Og það sama sagan, þeir hafa greinilega ekki grip í þennan hliðarhalla. Og Gísli Jónsson átti á brattan að sækja miðbik keppninnar. Missir bílinn hér út úr braut en bakkar leyfilega lengt og reynir að halda áfram en dómarar dæmdu hins vegar hann hefði farið út úr braut og mætti því ekki fara inn í hann aftur. Við má sjá að þetta óvilja verk að hann fer út úr braut. Hann missir bílinn hérna út af hlið. Og spurning hvort það ætti að leyfa honum að halda áfram eða ekki, en dómararnir ráða í þessu tilfelli og hann fær því engin stig fyrir að fara þetta hátt í brautinni. 50 stig. Þórir hins vegar tekur á það ráð að fara niður sömu leið og Gísli með vilja, en hann jafnframt kominn út úr braut. Á þessu talsverður munur hvort hann gerir þetta viljandi eða óviljandi. En niðurstaða dómaranna var svo að báðir fengu þeir 50 stig fyrir þessa þraut. Og þá ákvað Gísli nú fórna í öllu og fór eins hátt eins og að mögulega gat hér upp í þessa þraut, vitandi það að hann færi þessa leiðina niður. En það skilaði hann hins vegar 250 stigum, 50 stigum meira heldur en nokkrum öðrum keppenda. Næstur og eftir honum í þessari þraut að stigum talið var Helgi Sjött, hann fikk 200 stig. Einar Gunnlaugsson 190 og Ragnar Skúlason 190. Reyndar fékk Eyjólfur Skúlason 200 stig, en Þórir Sjött fékk aðeins 100 stig fyrir þessa tilraun. Hann ætlaði að reyna að klóra þarna í dekkið upp á brúnni sem var að koma í ljós. Þar með hefði hann farið í gegnum endahliðið en fengi 20 stig í refsingu fyrir að taka dekkið gróflega. Það var góð tilraun hjá Þóri, en Sigþór hann læði sér hér ekki alveg jafn hátt og Gísli, vantaði hraða til þess, en fór sömuleiðis niður eins og sjáum á. Þetta eins og sjáum á gríðarlega átök á allan þann búnað sem á að halda hjólunum á réttum stöðum. Og hér beygluðust og bognuðu stífur. Þannig að aðstoðarmenn hans urðu að
vinna fyrir ánægjunni að fá að vera með í svona keppni. En Eyjólfur óskaddaður. Og þá það síðasta þrautin og hún að sjálfsögðu yfir pollinn og hér fer Einar Gunnlaugsson í góða sturtu. Þó hún sjáist nú kannski ekki fyrir en alveg undir lokin hér þegar hann afturendinn fer niður í. Púff. Og Einar rennandi blautur. Og Einar endaði í 3. sæti með 1050 stig. Þá það Gunnar Svali Egilsson. Hann lá mikið á í þessari þraut, var með 840 stig og var í toppbaráttunni. Hann var reyndar rétt eins og á Akureyri. Í fyrsta hérna hendir hann glerónum til þess að sjá betur út, þau eru orðin drullug. Og hér gerist það sem að gera það að verkum að hann lenti ekki framalega í þessari keppni. Rétt eins og Akureyri að þá verður hann að láta sér það lind að klára ekki tímabraut. Bjarga sér hér frá veltu en brýtur framhjól undan bílnum og varð að hætta. Helvítis, hvernig var tíminn á mér hérna? Fínn maður, alveg rosa tíminn. Og þarna heyrðum við orðbragðið. Í öðru sæti í keppninni var Helgi Sjött. Í tímabrautinni fékk hann 250 stig. Og það voru flest stig sem fengust í tímabrautinu þessu sinni. Fer hér talsveit hærra en hinnir. En krækir í dekki, tapar 10 stöðum við það en ekki tíma, ekki miklum allavega. Og endamarkið var hér út í miðjum polli, þannig að hann kominn í gegnum endamarkið þarna. Og þá það Gísli G. Jónsson. Var með 910 stig forystunni fyrir þessa síðustu þraut. Náði í 240 stig. 10 stigum minna en Helgi Sjött, en það nægði honum, hann fekk 1150 stig. Og meðan að Helgi Sjött fekk 1140 og það var því Gísli sem að lenti í fyrsta sæti og tók þar með forystuna í bikarmeistarakeppni 1995. Eins og sjáum á þá ekur Gísli með öflugri dekka framan en að aftan. Þetta gerir það að verkum að hann stýrir betur í hliðarhallabíllinn hjá honum. Hér áður fyrr þá var hann með hærra drifa framan þannig að framhjólin snerust hraðar sem að gerði sama gagn eins og það að hafa stærri dekk. Og hér eru svo úrslitin Gísli G. Jónsson með 20 stig, Helgi Sjött með 15 og Einar Gunnlaugsson í 3. sæti með 12 stig. Og strákarnir í motocrossinu kepptu á braut sinni sem að liggur í Bláfjöllunum og veðrið skánaði ekki frá vélsleðakeppninni og það skánaði reyndar ekki allt sumarið. Í fyrsta sæti í þessari fyrstu umferð var Einar Jónsson, í öðru sæti Davíð Ólafsson og Þorvaldur Ásgeirsson í 3. sæti. Og þá það 3. umferðin í rally. Hér eru þeir feðgar Rúnar Jónsson og Jón Ragnarsson að gera sig klára fyrir fyrstu sérleiðina sem lá Geitháls. Og það var algjör einstefna í þessu rally. Þeir komu, sáu og sigruðu og voru þar með komnir með 60 stig af 60 mögulegum í Íslandsmótinu. Þeir tvíburar Sæmundur og Jón lentu í því að brjóta hjá sér drif strax á fyrstu leið og börðust því ekki annarsætið frekar en fyrsta. Og Óskar og Jóhannes tóku þar með annarsætið örugglega þó þeir væru á sprungnu hér eina umferð Geithálsinn. Keppendur í rally forðast að þurfa að skipta dekk. Það tekur 1,5 til 2 mínútur að fara út úr bílnum, skipta dekki, komast inn aftur og spenna á sig beltin. Og sá tími lengri heldur en menn tapa á 10 til 15 km á sérleið með því að keyra á sprungnum. Í 3. sæti urðu þeir Sigurður Bragi og Rögnvaldur, aka Peugeot Talbot. 240 hestafla 4 strokka mótor í þessum bíl og drif á afturöxli og þeir bættu sig jafnt og þétt allt sumarið.
voru tiltölulega fáir keppendur í rally framan af en þeim fjölgaði jafnt og þétt út árið. Og hér eru svo sigurvegararnir í Nordic-flokknum, það eru þeir Magnús og Guðmundur, flautulausir að þessu sinni. Á Toyota Corolla með drif og afturöxli. Magnús ók áður Sierra Cosworth með fjórhjóladrifi. Það var Hjörtur og Ísak á mjög sambærilegum bíl. En þeir eruð að láta sér annarsætið nægja að þessu sinni, þar sem að Magnús og Guðmundur óku einfaldlega hraðar á sérleiðum. Og hér eru úrslitin. Rúnar Jón kominn með fullt úr stig eftir 3 umferðir, Óskar Jóhannes með 17 stig, 32 alls og Þorsteinn og Ingvar lentu í 3. sæti í Nordic-flokknum. Þá höldum við á Akranes þar sem að 3. og næst síðasta umferðin fór fram í torfæru, það er að segja í Íslandsmótinu. Hér var Gunnar Guðmundsson að læða sér upp á brún í fyrstu þraut og fá Sigurður Þ. Jónsson. Gunnar með 300 stig og Sigurður með 280 út úr þessari þraut. Kristján Hreinsson. Hann fer líka alla leið og 270 stig. Og slagurinn fyrsta sæti stóð á milli þessara 3 manna. Eftir 2 þrautir var Gunnar Guðmundsson með 580 stig en Sigurður Þ. Jónsson með 600. Og þessi munur hélst næstu þraut á eftir en í 4. þraut þá fekk Sigurður Þ. Jónsson aðeins 120 stig á meðan að Gunnar Guðmundsson fekk 240. Þar með var Gunnar kominn í fyrsta sæti með 1100 stig, í öðru sæti var Kristján Hreinsson og í 3. sæti Sigurður Þ. Jónsson munaði 20 stigum á Kristjáni og Sigurði. Síðan í 5. þraut fekk Sigurður 300 á meðan að Gunnar Guðmundsson fekk 200, þá voru þeir jafnir, báðir með 1300 stig. Kristján Hreinsson 100 stigum á eftir þeim í 3. sæti. Í 7. þraut fekk Sigurður Þ. Jónsson 260 á móti 50 stigum hjá Gunnari Guðmundsssyni og var þar með kominn með afgerandi forystu, 1560 stig á móti 1350 og síðan urðu þeir jafnir þeir tveir með 200 stig í 7. og síðustu þraut og þar með var Sigurður Þ. Jónsson í fyrsta sæti, Gunnar Guðmundsson í öðru sæti og Sigurður Þ. Jónsson var þá komið 55 stig, 10 stigum meira en Gunnar Guðmundsson og 1 umferð eftir. Það var sérútbúni flokkurinn, Íslandsmeistarinn frá í fyrra hér, fyrstur Einar Gunnlaugsson. Hann fekk 250 stig í fyrstu þraut, 300 í annari á móti 260 hjá Gísla G. Jónssyni og 270 hjá Haraldi í fyrstu. Báðir fengu þeir líka 300 í annari þraut. Þar með var Haraldur kominn í forystunum með 570 stig, 10 stigum meira en Gísli G. Jónsson og hann aftur 10 stigum meira en Einar Gunnlaugsson. Í 3. þraut fengu þeir allir 300 stig. En í 4. þraut þá tók Gísli G. Jónsson forystuna, fekk 240 stig á móti 170 hjá þeim báðum. Kominn með 1100 stig þá á móti 1040 hjá Haraldi Péturssyni og 1020 hjá Einari Gunnlaugssyni. 5. þraut 280 stig til Gísla G. Jónssonar og Haraldar, Einar Gunnlaugsson með 270 stig. En Pétur Sigurbjörnsson á flugunni fekk hins vegar 290 stig og var þá kominn með 1000 stig. Hér er svo Gísli G. Jónsson. Þetta virðist svo einfalt þegar maður er að horfa á þetta. Það háði hins vegar Haraldi Péturssyni í þessari keppni að bíllinn fúskaði hjá honum að því hann hélt. En þegar að líða tók af keppnina þá komst hann að því að bíllinn var í lágadreifinum. Þannig að fúskið var eingöngu yfirsnúningur á vél. Vegna þess að hann var í lágadrifinu þá náði hjólinn ekki þeim hraða sem að Haraldur óskaði þegar hann steig á bensíngjöfina og hann átti því talsverðu bastli með að fara upp erfiðar þrautir. Það kom ekki að sök í þrautum sem að þurfti ekki hraða í. Hér er Helgi Sjött, hann endaði í 4. sæti með 1695 stig. Það var Einar Gunnlaugsson. Þegar að 2 þrautir eftir var hann með 1290 stig ætlaði að segja, móti 1320 stigum hjá Haraldi Péturssyni og 1380 stigum hjá Gísla G. Jónssyni. 90 stigum á eftir Gísla.
Einar fekk 160 stig í næstsíðustu þraut á meðan að Haraldur Pétursson fekk aðeins 130 og þar með voru þeir jafnir, báðir með 1450 stig. Á meðan að Gísli G. Jónsson safnaði stigum og var kominn með 1620 stig þegar ein þraut var eftir og kominn með örugga fórustu. Því að í síðustu þrautinni þá fengu þessir kappar 300 stig hver nema Haraldur Pétursson, hann fekk aðeins 270 stig og því urðu úrslitin þau að Gísli G. Jónsson sigraði, Einar Gunnlaugsson var í öðru sæti og í þriðja sæti, aðeins 30 stigum á eftir Einari, varð Haraldur Pétursson. Helgi Sjött kom síðan í fjórða sæti og hér erum við í þraut sem að varð fræg eftir að Haraldur Pétursson valt þar niður árið 1994 með miklu brambolti en nýtti sér síðan næstu 15 mínútur þar á eftir til þess að nánast endursmíða bílinn og halda áfram keppni. Hér er Gísli í næst síðustu þrautinni og Haraldur, hann var svolítið snúinn hvað snerti þetta dekk sem Haraldur er það til að fara að keyra á núna. Og það var að Pétur Sigurbjörnsson, aldursforsetinn í torfærinni. Hefur átt í talsverðum vandræði með gangtruflanir í þessum bíl en þegar hann verður komið fyrir þær þá verður hann ábyggilega skæður sér yngri mönnum og í síðustu þrautinni eins og áður kom fram fekk Gísli G. Jónsson 300 stig og hirti þar með fyrsta sætið. Einar Gunnlaugsson lenti í öðru sæti, hann fekk einnig 300 hér í þessari þraut en 1750 alls á móti 1920 stigum Gísla G. Jónssonar. Og Helgi Sjött. Það stóð reyndar til að þessi þraut yrði beint upp og hér yrði eins konar stökkkeppni að ræða en sökum þess að það er hættulegt mönnum og bílum, þá var hætt við það og hér höfum við stöðuna Gísli G. Jónsson með 50 stig og forystuna í Íslandsmótinu á meðan Haraldur Pétursson er með 44 stig þegar ein umferð er eftir. Og það var jafnframt keppt í sandspyrnu í sumar. Í öflugasta flokknum börðust þeir Gísli G. Jónsson og Einar Gunnlaugsson fyrsta sætið. Einar Birgisson er hér að sigra Ásgeir Örn Rúnarsson í minni flokk og þessa bíla vantar grip. Og í öflugasta flokknum, ofurflokknum, sigraði Valur Valsson. Og svo var jafnframt keppt í opnum flokki og í crosshjólaflokki. Þannig að það var nóg að vera í sandspyrnum. Sigurður Gylfason sigraði í vélhjólaflokki í þessari fyrstu umferð. Davíð Ólafsson í fyrsta sæti á crosshjólum. Einar Birgisson í fyrsta sæti á fólksbílum eins og sást hér áðan. Rafn Arnar Guðjónsson bar sigurorð af Gunnari Guðmundsssyni. Og Einar Gunnlaugsson sigraði Gísla G. Jónsson í úrslitaspyrnunni. Í opnum flokki sigraði Valur Vífilsson, Jón Á. Stefánsson var í öðru sæti og Bogi Árnason í þriðja. Og ekki batnaði veðrið í Bláfjöllum. Önnur umferðin fór fram þann 20. ágúst. Þá sigraði Reynir Jónsson aftur, Þorvaldur Ásgeirsson var að þessu sinni í öðru sæti og Jón Haukur Stefánsson í því þriðja. Og þá er komið að Skagafjarðarrallinu. Fjórðu umferðin í Íslandsmótinu og þeir feðgar héldu uppteknum hætti, komu sá sigruðu örugglega eina ferðin enn og voru þar með fullt hús stiga eftir 4 umferðir. Og í öðru sæti urðu Óskar Ólafsson og Jóhannes Jóhannesson og þeir sigruðu jafnframt eina ferðin enn í gengi enn. Það reyndar fátt bíla í þeim flokki. Og hér höfum við aðeins farið tímavilt á þessari spólu. Þetta er 12. ágúst og motocrossið hafi farið fram 20. ágúst. Í þriðja sæti urðu þeir Ásgeir og Birgir Már á sínum Ford Escort.
En augu manna beindust ekki hvað síst að Nordec-flokknum í þessari keppni eins og öðrum þar sem að baráttan var svo óbóðslega að einungis skildu sekúndur keppendur að þeirra upp að staðið. Því að þessu sinni sigruðu þeir Hjörtur og Ísak. Í öðru sæti eru Þorsteinn og Ingvar. Þetta var nú eiginlega orðið þeirra sæti þegar þarna var komið sögum. En Magnús og Guðmundur eru að láta sín nægja þriðja sætið eftir að hafa ekið út af og tapað talsverðum tíma. En þeir voru ekki þeir einu. Hjörtur og Ísak fóru hérna örstutt skrep út fyrir en töpuðu náttúrulega ekki nema hálfri sekúndu á þessu. Rúnar Jón sigruðu með 20 stig fyrir fyrsta sætið, 80 alls. Óskar og Jóhannes með 17 stig og 49 alls. Og Hjörtur og Ísak tóku þar með forystuna í Nordec-flokknum með þessum sigri. Og það var jafnframt keppt í sandspyrnu á Akureyri. Þar sigraði Karl Gunnlaugsson í crosshjólaflokki, Finnur Aðalbjörnsson var í öðru sæti, Davíð Olsson í þriðja, Einar Birgisson sigraði aftur í fólksbílaflokki og kom með 216 stig og búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn þarna. Gunnar Guðmundsson sigraði þessu sinni í jeppaflokknum. Einar Gunnlaugsson sigraði aftur í útbúnaflokknum. Gísli G. Jónsson varð aftur að láta sér nægja annarsætið. Bogi Árnason sigraði í opnaflokknum. Ásmundur Stefánsson varð í öðru sæti. Og við höldum suður fyrir fjöll aftur á rallycrossið og þeim fækkaði stöðugt bílunum í teppaflokknum. Og hér eru aðeins svo fáir bílar til þess að þetta sé löggild keppni til Íslandsmeistara. Ellert Kári Alexandersson hérna í fyrsta sæti, Ásgeir Örn Rúnarsson í öðru sæti. Ellert nýtti sér bleytuna, hann hafði ekkert í Ásgeir Örn að gera í upphafi keppnar á meðan enn var þurrt, en hafði hins vegar betur þegar að blotnaði á. Og í rallycross-flokknum, þar hélt Guðbergur uppteknum hætti, tók forystuna strax í upphafi og mannarsætið börðust þeir Guðmundur F.R. Pálsson og Högni Gunnarsson að vanda. Guðmundur í öðru sæti hér á Ford Escort og Högni í þriðja á Toyota Celica. Og þetta eru úrslitin í rallycross-flokknum, en í krónuflokknum var slagurinn á milli Páls Pálssonar og Garðars Þórs. Og það er Páll Pálsson sem tekur hér forystuna, Garðar Þór í öðru og Hlöðver Baldursson í þriðja sæti. Ólafur Ingi Ólafsson þarna aftastur. Og þetta verður úrslitin og komin upp skemmtileg staða í Íslandsmótinu. Páll Pálsson með 55 stig og Garðar Þór Hilmarsson með 39 stig. Guðbergur með örugga forystu 80 stig í Íslandsmótinu af 80 mögulegum. Og það var keppt í kvartmílu í ágústmánuði, þann 19. ágúst. Og í flokki hjóla undir 750 sigraði Arnar Árnason. Í flokki hjóla með allt að 1300 rúmsentimetra vél sigraði Sigurður Gylfason. Í forgjafarflokknum sigraði Torfi Sigurbjörnsson og kom með 210 stig. Í útbúnaflokknum Gunnlaugur Emilsson, 322 stig er hann kominn með og orðinn Íslandsmeistari. Og þá höldum við til Grindavíkur í seinni umferðina í bikarkeppninni. Og þarna myndi það útkljást hver yrði bikarmeistari í hvorum flokki fyrir sig. Hér er Gunnar Pálmason. Gunnar Guðmundsson mætti til keppni, hann sigraði eins og þið vitið í fyrstu umferðinni, en það bilaði hann gírkassi rétt fyrir keppnina og honum tókst því ekki að fá nein stig. Hér er svo Þormar á sínum beinskipta bíl. Og Árni Pálsson, hagur hans vænkaðist mjög við það að Gunnar datt út og hann háði baráttu við Gunnar Pálma. Gunnar Pálmi stóð að lokum uppi sem sigurvegari, fekk 20 stig fyrir það og 10 stig fyrir fjórða sætið á Egilsstöðum, þar með 30 stig. Árni Pálsson lenti í öðru sæti hér í Grindavík. Hann lenti reyndar einnig í öðru sæti í fyrri keppninni og þar sem hann er með betri árangur úr fyrri umferðinni, þá varð hann bikarmeistari þó hann lenti í öðru sæti hér. Báðir eru þeir Gunnar og Árni með 30 stig samtals. Ára sérútbúni flokkurinn, Gísli G. Jónsson.
hann ætlar alla leiðina upp. Nei, vantar örlítinn hraða hér. Pétur Sigurbjörnsson á flugurni náði ágætum árangri meðan að bíllinn var í lagi. En vart var við gangtruflanir eins og svo oft áður. Og hann lenti neðarlega þegar upp var staðið. En fékk mikið klapp frá áhorfendum þegar hann fór hér upp. Einar Gunnlaugsson var að berjast bikarmeistaratitilinn við Gísla G. Jónsson. Gísli G. Jónsson sigraði í fyrstu umferðinni, Helgi Sjött varði í öðru sæti og Einar Gunnlaugsson í þriðja sæti. Helga Sjött gekk hins vegar mjög illa í þessari keppni, en Einari gekk hins vegar vel. Það var það Ásgeir Jamil Alansson á sínu fyrsta ári í torfærinni og náði stöðugt betri tökum á bílnum og fór hér upp og skemmti myndatökumann okkar eins og sumir aðrir torfærumenn gerðu annað slagið í sumar. Og í annarri þraut þá var ljóst hvert stefndi. Það stefndi í einvígi á milli Gísla G. Jónssonar og Einars Gunnlaugssonar. Þeir tveir voru þeir einu sem fóru upp í þessari þraut. En Gísli fór hins vegar ekki alla leið og við það tók Einar Gunnlaugsson forystuna. Og Ragnar Skúlason á Þór, eins og sjá má, þá rigndi hressilega inn á milli, en þess á milli skein sólin og þessi þraut reyndist ókleif öllum. Mjög laust í upphafi, þannig að það var vonlaust að ná hraða sem þarf til þess að fjörunarkerfið vinni á svona barði eins og við sjáum þarna. Og hér reyndi þó Haraldur. En mjúkt undirlag tekur við honum þarna og engar skemmdir. Og hér Hörður Gíslason. Hörður Sigurðsson ætla ég að segja, bróðir Gísla G. Sigurðssonar og Einar Gunnlaugsson. Það bil að tryggja sér fyrsta sætið í þessari annari og síðustu umferð í bikarkeppni í torfæru. Það voru 2 umferðir í bikarkeppninu og 4 í Íslandsmótinu. Gísli G. Jónsson lenti í vandræðum eftir þessa þraut. Hann sprengdi dekk og fékk lánað annað dekk til þess að vera með undir bílnum í næstu þraut á eftir, en það kom hins vegar ekki nægjanlega tímalega, þannig að hann var að setja loftlausa dekkið undir aftur og hann fór ekki mjög langt í næstu þraut. Hér svo kominn Jón Ásti Ársalsson sem átti eftir að blanda sér í toppbaráttuna í síðustu umferð í Íslandsmótinu. Sýndi góða takta á þessum bíl sem kallast Turtles. Þá það Ragnar Skúlason aftur og nú skein sólin. Og hann hér að takast á við eina erfiðustu þrautina í þessari keppni. Erfiðustu kleifu þrautina. Og hann var sá fyrsti til þess að fara alla leið á toppinn. Og þá var Sigurður Axelsson. Á þessum bíl voru gerðar stórvægilega breytingar fyrir keppnistímabilið árið 1995 sem að ekki virkuðu í upphafi, en smátt og smátt náðu þeir tökum á þessum bíl og verður þessi bíl örugglega skæður á næsta ári. Þá var það Pétur Sigurbjörnsson, aldursforsetinn, 48 ára gamall. Nær þó ekki aldri Jóns Ragnarssonar sem elstur keppenda í motorsporti. Það að segja í reglubundnum keppnum. Og hér hefur svo úrslitin Einar Gunnlaugsson sigraði, Gísli G. Jónsson varð í 3. sæti, en þar sem að
Gísla gekk betur í fyrstu umferðinni, þeir voru jafnir að stigum, þá var Gísli G. Jónsson bikarmeistari. Og þá það síðasta umferðin í rallycrossi, úrslitin voru nú þegar ákveðin fyrir fyrsta sætið í rallycross flokknum. Guðbergur Guðbergsson varð Íslandsmeistari með fullt hús stiga, missti hins vegar stjórn á bílum hérna í fyrstu beygju og það gerði öðrum keppendum kleift að berjast fyrsta sætið. Og hér það Guðmundur Friðrik Pálsson og Elías Pétursson sem berjast og fyrir þessa ákeyrslu var Guðmundur dæmdur frá, sem kannski ekki alveg sanngjarnt, en það verður örugglega betra á árinu 1996 hvað snertir dómgæslu, þar sem menn að átta sig á eðli íþróttarinnar. Og það var því Högni Gunnarsson sem ekur hér Toyota Celica sem sigraði í þessari umferð. En slagurinn í krónuflokknum var harður. Garðar Þór Hilmarsson og Páll Pálsson voru að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Garðar Þór þurfti að sigra og Páll Pálsson varð að vera neðar heldur en annarsætið. Og hér það Ólafur Ingi Ólafsson sem í öðru sæti, Páll í þriðja. Og Ólafur Ingi dregur hér úr hraða og við það lendir Páll á honum og kemst þar með upp í annarsætið sem hefði tryggt honum Íslandsmeistaratitilinn. En þetta var dæmt ólöglegt og Garðar Þór Hilmarsson varð Íslandsmeistari með 59 stig. Högni Gunnarsson sigraði í rallycrossflokknum og Sæmundur Sæmundsson var þar í öðru sæti. Seinni umferðin í götumílum fór fram á keppnisbraut Kvartmýluklúbbsins í Kapelluhrauni og þar urðu úrslit eins og hér sést. Jón G. Eystinsson sigraði í 8 strokka flokki breyttra bíla, Unnar Már Magnússon í flokki hjóla undir 750 og var þar með Íslandsmeistari. Sigurður Gylfason sigraði í flokki stærri en 750 kúbík og varð Íslandsmeistari. Jóhann Jóhannsson sigraði í crosshjólaflokki, fekk 100 stig. Og þá förum við í loka umferðina í Íslandsmótinu í torfæri, hún fór fram að Hellu að þessu sinni. Og þar var mikill slagur Íslandsmeistaratitilinn í báðum flokkum. Hér Gunnar Pálmi Pétursson, blandaði sér reyndar ekki í baráttuna Íslandsmeistaratitilinn í þessum flokki. Það gerðu aðeins þeir Gunnar Guðmundsson og Sigurður Þ. Jónsson. Sigurður Þ. Jónsson lenti í því að það bilaði hjá honum vél eftir fyrstu þraut og þar með var leiðin nokkuð greið fyrir Gunnar Guðmundsson. Hér nú Gunnar að spá í að fara upp en sem við sjáum mjög allmikill bíll bjarga sér hér frá veltu og það var að lokum Gunnar Guðmundsson sem stóð uppi sem Íslandsmeistari í flokki götubíla. Hér Árni Pálsson á heimaslóðum í vatninu. Það voru 3 tímaþrautir í þessari keppni og 3 almennar þrautir. Og 2 af þessum tímaþrautum fóru fram í vatni og drullu. Og það var í síðustu þrautinni sem Gunnar Guðmundsson tókst að tryggja sér meistaratitilinn. Hér hann á ferð í næst síðustu þrautinni, reynir að fleyta hér yfir ána en stings niður, vantaði kannski svolítinn hraða og drepur á. Það var bara að setja í gang aftur. Reyndar fór mótorinn hjá honum alveg gjörsamlega í mask í síðustu þrautinni. Og úrslitin hér Gunnar Guðmundsson í fyrsta, Rafn í öðru sæti og Gunnar hirti Íslandsmeistaratitilinn í þessum flokki. Þá í sérútbúnarflokkinn Gunnar Svali Egilsson í fyrstu þraut sem átti eftir að verða mjög afdrifarík fyrir suma keppendur. Þá var það Jón Ástið sem við sáum í bikarkeppninni áðan. Keppendur áttu að fara upp á þetta barð og Gísli G. Jónsson var að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Reyndi en lenti í því að fá hásinguna aftur í gírkassa og brjóta þar með gírkassan og því fór dýrmætur tími næstu 3 þrauta í það að gera við þennan bíl og gera hann keppnisheifan aftur og hann var þá, þegar hann mætti til keppni aftur, kominn niður í 12. sæti.
Og Gísli var að berjast við þennan mann, Harald Pétursson, Íslandsmeistaratitilinn. Aðrir keppendur áttu ekki möguleika. Þar sem að Gísli var nú þegar komið með 50 stig og enginn gat náð honum að stigu nema Haraldur Pétursson. En rétt eins og Gísla G. Jónssoni þá gekk Haraldi Péturssoni illa í þessari keppni. Og slagurinn fyrsta sæti stóð því milli annara keppenda heldur en þeirra tveggja sem börðust titilinn. Það voru Einar Gunnlaugsson, Jón Ásti Ársælsson, Gunnar Egilsson og Helgi Sjött sem að börðust fyrsta sætið. Og hér Helgi Sjött á ferð. Og hann fer hér alla leið, kom með 540 stig. Jón Ásti Ársælsson var þá eftir þessa þraut, það er að segja þraut nr. 3, kom með 570 stig og var í forystunni. Hér er svo Pétur Sigurbjörnsson á flugunni. Takk eftir að hann er með öflugri dekk undir að aftan. Ætti að mínu mati og margra annar að vera með þau undir að framan. Hér er svo Jón Ásti sem var í forystunni lengi vel í þessari keppni. Mjög léttum og liprum bíl. Og er þetta ekki bara glæsilegur litur á felgunum? Já, já. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Þegar að 3 þrautum var lokið var Einar Gunnlaugsson 100 stigum á eftir Jóni Ásta, 10 stigum á undan Gunnari Egilssyni og Helgi Sjött var með 540 stig á móti 570 stigum hjá Jóni Ásta. En þá voru eftir 3 tímaþrautir. Hér er svo Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum. Náði ágætum árangri inn á milli, meðal annars 300 stigum einn keppenda í þessari þraut. En lenti neðarlega yfir heildina séð. Þá er það Haraldur Pétursson. Hann vissi að hann þyrfti að minnstakosti 7. sæti til þess að ná Gísla stigum og það hefði verið nóg fyrir hann að jafna hann og fá 50 stig samtals. Þar sem að Haraldur Pétursson sigraði í fyrstu umferðinni. En lengi vel þá var Haraldur Pétursson ekki einu sinni í 7. sæti heldur neðar. Þá eru komin í síðustu þrautina. Gísli G. Jónsson mætti í þessar 3 tímaþrautir en átti í mesta basli með að stýra kókumjólkinni þar sem að sveifarásin var kengbogin þó að vélinn snerist ennþá og það gerði það verkum að Trissa fremst á sveifarásnum kastaði alltaf af sér reiminni sem að knýr stýristæluna og Gísli hafði því ekki fulla stjórn á stýrisbúnaði bifreiðarinnar. Þetta er eins og að Ragnar Skúlason á sænsk ættuðum Þór og hann tók hér eitt heljarmikið flug í lokin. Og Jón Ásti, hann tapaði stigum í tímaþrautunum, 165 stig í 4. þraut á móti 250 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni, 210 stig í ánni á móti 270 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni og svo 205 stig í síðustu þrautin á móti 260 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni og var þar með að láta sér linda annað sætið. En 15 stig til Íslandsmeistara. Það verður fróðlegt að fylgjast með því hvort að Jón Ásti mætir aftur á næsta ári á þessum bíl eða öðrum. Sér lítið út, ekki eins og aðrir keppendur í mýrinni og hellu, en kemst þó yfir. Og búinn að breyta lit á bílnum. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Hann sigraði í þessari
síðustu umferðinni. Fékk þar með 48 stig alls til Íslandsmeistara, en Gísli G. Jónsson var búinn að næla sér í 50 stig fyrir þessa umferð. Þannig að Einar átti aldrei möguleika á titlinum. Og þá má því segja að Einar hafi látið lægra haldi fyrir Gísla bæði í bikarmeistarakeppni og í Íslandsmótinu. Hann heyriði aflið í þessum bíl. Og hér fær Einar enga sturtu. Og þá er það Haraldur Pétursson. Hann klóraði í bakkann undir lokin og náði að komast upp í 5. sætið sem að gaf honum samtölu upp á 52 stig til Íslandsmeistara. En Gísli G. Jónsson komst ekki inn í topp 10 og það er aðeins 10 efstu sætin sem gefa stig. Þar með var Gísli G. Jónsson aðeins með 50 stig. Hefði þurft 8. sætið, 7. sætið miðað við þessi úrslit þar sem Haraldur Pétursson komst í 52 stigin. Það var því Haraldur Pétursson sem tók Íslandsmeistaratitilinn með stæl hér og hitti eina myndavél okkar sem höfum starfað við þessa þætti, en hér eru svo úrslitin í þessari keppni og glæsilegur árangur hjá Haraldi Pétursssyni. Og þá er það næst síðasta rall ársins, stærsti akstursíþróttaviðburður ársins ár hvert. Þetta er alþjóðlegt rally sem stækkar stöðugt og sífellt fleiri erlendir rallökumenn fá að vita af þessu rally og hafa mikinn áhuga á að koma. Á þessu sinni mættu 2 mjög öflugir keppnisbílar ásamt 3 jeppum frá breska hernum. En þessum bresku keppnismönnum sem komu hingað til lands fannst mikið til koma þann hraða sem að íslensku keppendurnir ná á sínum bílum á okkar vegum. Þessar aðstæður sem að hægt er að bjóða upp á til rallaksturs hér á landi eru talsvert betri heldur en víðast annars staðar í Evrópu. Sökum þess að við höfum ekki tré sem að skyggja á útsýni og okkar malarvegir eru það slitsterkir, vel þjappaðir vegna þess að þeir eru notaðir undir almenna umferð, að þeir skemmast ekki þó rallybílar alltaf 40 stykki aki á sérleiðunum. En þá voru þeir Ásgeir og Bragi sem stóðu uppi sem sigurvegarar 4. árið í röð, en Steingrímur Ingason og Páll Kári Pálsson lentu í öðru sæti. Þeir feðgar Rúnar Jónsson og Jón Ragnarsson urðu fyrir því óhappi á fyrsta degi að framhjóla búnaður gaf sig og þeir urðu að hætta keppni og þeir horfðu á það með hryllingi að nú myndu þeir tapa Íslandsmeistaratitlinum til Óskars og Jóhannesar, en það bilaði jafnframt hjá Óskar og Jóhannesi á þessari sömu leið. Og þegar þeir komu ekki fram hjá þeim feðgum, þá var Íslandsmeistaratitillinn þeirra. En þá kom annar armur ættarinnar. Hér er Baldur Jónsson, bróðir Rúnars Jónssonar á ferð ásamt Geir aðstoðarökumanni og þeir óku sætt í þessari keppni og vel og lentu í 3. sæti, stórgóður árangur. Þeir háðu harða baráttu við Sigurd Braga og Rögnvald lengi vel. Sigurður Bragi og Rögnvaldur lentu þá í 4. sæti og jöku hraðan jafnt og þétt milli dagana, en kvörtuðu undan ýmsum smávægilegum bilunum á fyrsta degi. Úrslit í Nordec-flokk urðu þau að Magnús og Guðmundur sigruðu og fengu þar með 20 stig, á meðan að Hjörtur og Ísak urðu að bíta í það súra epli að þeir lentu í bilun á síðustu sérleið rallsins. Og þar með var slagurinn í Nordec-flokknum kominn á það stig að báðar þessar áhafnir urðu að keppa í síðasta rally ársins og hvorum sig varð að sigra í þeirri keppni til þess að tryggja sér meistaratitilinn. Í öðru sæti í Nordec-flokknum urðu þeir sem að svo oft lentu í öðru sæti, það er að segja Þorsteinn P. Sverrisson og Ingvar Guðmundsson.
í jeppaflokknum sigruðu Íslendingarnir, að sjálfsögðu myndi ég segja. Sighvatur Sigurðsson og matreiðslumaðurinn Úlfar Eysteinsson. Þeir völtuðu yfir breska herinn sem mætti með 3 bíla þar sem að 2 þeirra luku keppni og þessar bresku áhafnir voru aldeilis ánægðar með þetta rally og lofuðu því að þeir skyldu mæta aftur á næsta ári og þá jafnvel með fleiri keppnisbíla. En hér eru úrslitin. Ásgeir Bragi sigruðu yfir heildina, Steingrímur og Páll í öðru, Baldur og Geir í 3. sæti og í Norðdæk-flokknum Magnús og Guðmundur í 1. sæti, Þorsteinn og Ingvar í öðru og Einar og Gylfi í 3. sæti. Og síðasta sandspyrnukeppni sumarsins fór fram í Skagafirði í septembermánuði og þar urðu úrslit þau að Jón H. Stefánsson sigraði í vélhjólaflokki en Sigurður Gylfason varð Íslandsmeistari. Bjarni Valsson sigraði í krosshjólaflokki en Ásmundur Stefánsson varð Íslandsmeistari. Einar Birgisson tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í flokki fólksbíla og Gunnar Guðmundsson tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í jeppaflokki með því að lenda í öðru sæti. Gísli G. Jónsson sigraði að þessu sinni en Einar Gunnlaugsson varð Íslandsmeistari í útbúnarflokknum og Jón H. Stefánsson varð Íslandsmeistari í opnarflokknum, Valur Vífilsson varð í öðru sæti. Og í síðasta rally ársins sigruðu þeir Magnús og Guðmundur í Norðdæk-flokknum og tryggðu sér þar með Norðdæk-meistaratitilinn eftir ákaflega skemmtilegt sumar. Rúnar og Jón sigruðu hins vegar yfir heildina og fengu fullt úr stiga til Íslandsmeistara og urðu að sjálfsögðu Íslandsmeistarar í rally. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC